Vigt og andleg fræði, 5. kafli, innri átök. Þegar andleg vakning hefst, þá eiga sér stað mikil innri átök og það þarf mikið hugrekki og mikinn styrk til að ganga í gegnum þær hindranir sem á veginum verða. Margir gugna og fresta þessum átökum og þegar þau hefjast vilja margir flýja og einangra sig frá allt og öllum. Þetta er hinn innri ótti, óttinn til að takast á við sjálfan sig. Eins og áður hefur komið fram er hinn andlega hlið mannsins byggð á sálinni, egóinu og huganum. Fram til þessa hefur egóið að mestu leyti ráðið för einstaklingsins og haldið honum í ótta í einhverju mynd og skapað honum oft á tíðum óþarfa áhyggjur. Egóið tengist hinnu veraldlega og skapar fólki freistingar og langanir af því taginu. Egóið er sjálfstætt og passar sitt hlutverk og passar upp á að einstaklingurinn haldi sig fjarri andlegum málefnum. Þegar egóið er við völd og stjórnar lífi viðkomandi, þá er hugur og egó samtengd og mynda framkomu einstaklingsins og ráða þannig hugsunum, orðum og gjörðum viðkomandi að mestu leyti. Egóið nærir hugana á ótta sem leiðir oft á tíðum til neikvæðra hugsana sem svo aftur næra egóið og halda því við stjórnuna. Þessi víxlverkun heldur áfram þar til einstaklingurinn grípur í taumana. Fáir vita af þessu þannig að fæstir grípa í taumana og áhrif egósins haldast því stöðugt. Á meðan egóið nærist þá er sálin vannærð til hliðar en jákvæðar og kærleiksríkar hugsanir næra sálina og vannæra egóið. Egóið bregst við slíku og sendir óttaslegnar hugsanir af stað sem draga einstaklingin tilbaka í fyrra horf. Egóið sleppir ekki tökunum svo auðveldlega. Andleg vakning snýst að mestu leyti að ýta egóinu varanlega til hliðar og leyfa sálinni að koma fram, að sameina sál og huga. Þegar það hefur tekist þá breytast hugsanir viðkomandi og verða kærleiksríkari og jákvæðari á allan hátt. Slíkur einstaklingur er kærleiksríkur því óttinn hefur vikið til hliðar og hann er jákvæður og hamingjusamur. Hann hefur fundið hina innri hamingju sem er engum háð og enginn getur frá honum tekið. Þessi umbreyting frá egóískum huga yfir í að lifa sálarmein í lífinu kostar mikil innri átök því egóið bregst við og berst fyrir tilveru sinni. Það reynir með öllum mætti að draga einstaklingin frá því að fara inn á andlegar brautir og reynir með öllum mætti að stoppa andlegu vakninguna og opnunina. En þegar hinn vaknaði er orðin meðvitaður jákvæðar og kærleiksríkar hugsanir hjálpa honum að líða vel í sínu lífi, þá byrjar hann að tileinka sér slíkt. En þá bregst egóið við með ótta og neikvæðum hugsunum og einstaklingurinn gerir allt sem hann getur til að viðhalda jákvæðni og kærleika í hugsunum sínum. Þetta eru mikil átök og reyna mikið á einstaklingin en með festu og ákveðni þá mun egóið að lokum láta undan og sálin taka við og sál og hugur sameinast. Einnig getur egóið skapað mikinn kvíða hjá viðkomandi með tilheyrandi þjáningu og vanlíðan. Meðan á þessu stendur mun viðkomandi upplifa þann mesta ótta og oft á tíðum þann mesta kvíða sem hann hefur upplifað á ævinni, en einnig upplifir hann mikinn kærleika innra með sér, meiri en hann hefur upplifað áður. Þetta gerist þegar egóið og sálin skiptast á að stjórna lífi viðkomandi sem á hugsunum, gjörðum og orðum. Egóísk hamingja og gleði sem allir hafa upplifað er tímabundin og rennur hægt og rólega sitt skeið og áhyggjur og óttinn taka aftur við. Slík hamingja er öðrum háð og er því byggð á veikum grunni. Þetta hefur verið kallað að byggja hús sitt á sandi og þegar óveður skellur á þá hrynur húsið til grunna. Sú hamingja sem sálin skapar er eilíf og stendur á traustum grunni. Því slík hamingja kemur innanfrá og er engu og engum háð. Slíkt hús er byggt á kletti og stendur af sér öll veður og alla vinda.
Það er mikilvægt á þessu stigi andlegra vakningar að vera meðvitaður hugsanir sínar, gjörðir og orð. Beina þeim ávallt í átt að kærleika og jákvæðni. Koma fram við sjálfan sig og aðra af kærleika og sé þetta gert nógu lengi, þá byrjar umbreytingin að eiga sér stað. Einnig þarf viðkomandi að vera meðvitaður að óttinn er blekking og aðeins hugaburður huga og egósins. Gott er að fara yfir hugsanir dagsins og framkomu sína að kvöldi dags og halda sér þannig á réttri braut. Það getur verið erfitt og krefjandi að vera ávallt kærleiksríkur því fólkið er misjafnt sem áttir í samskiptum við, en mikilvægt er að halda ró sinni og jafnvægi í hverri raun og láta ekki freistast að leggjast í neikvæðni og ilsku þó svo að viðkomandi upplifi slíka framkomu. Sá sem er byrjar að greina hugsanir sínar, gjörðir og orð, hefur vaknað til meðvitundar sjálfan sig. Hann byrjar einnig að skynja og lesa í þær tilfinningar sem koma upp. Eitt af því sem egóið gerir er að draga niður allt hið andlega. Dæmi egóiska hugsun sem sprettur upp hjá þeim sem er að vakna er: þessi andlegu fræði eru bara vitleysa. Það er engin sönnun fyrir neinu af þessu og því er best að halda sér fjarri þessu. Margir munu upplifa slíkar hugsanir í byrjun, andlegar vakningar, og oft á tíðum kvikna efasemdir og þetta getur leitt til þess að viðkomandi hægir á för sinni eða stoppar alveg. Þetta er hinn lævísi ótti sem er í raun blekkingarmeistari og blekkir fólk hvað eftir annað. Óttin heldur fólki í fjötrum og stjórnast af egóinu og egóiskum huga. En slíkt leiðir ávallt af sér þjáningu og vanlíðan af einhverju tagi. Til að frelsa sig úr þessum fjötrum þarf viðkomandi að ýta egóinu og óttanum til hliðar og næra sálina og virkja kærleikann innra með sér. Það er einnig önnur hindrun á veginum en önnur en sú sem býr innra með hverjum og einum. Það er fólkið í kringum okkur. Nánustu ættingjar og vinir reyna oft á tíðum að draga úr og gera lítið úr andlegum málefnum og geta brugðist við á neikvæðan hátt þegar að hinn nývaknaði tjái sig upplifanir sínar við sína nánustu. Þetta er allt eðlilegt og ekki skal dæma náungan fyrir slíka framkomu og viðbrögð. Þetta á sér allt eðlilegar skýringar. Hér er hans egó að bregðast við sem reynir að draga báða aðila frá hinu andlega. Ekki skal dæma viðkomandi fyrir slíka framkomu né láta það trufla sig. Best er að láta slíkt sem vindu meiru þjóta og láta þetta ekki trufla förina. Hinn nývaknaði stendur ekki á styrkum stoðum enn sem komið er og því þarf lítið til að trufla og hindra förina. Þetta er aðeins í byrjun en smá saman styrkist viðkomandi og að lokum stendur hann styrkum fótum og er samfærður hinn rétta veg í lífinu. Sá sem er nývaknaður er sjálfur ekki viss hvort þetta sé rétt leið eða ekki. Því egóið og hugurinn reyna í sífellu að halda viðkomandi frá og telja honum trú að hinn andlegi vegur sé ekki hinn rétti. Vegna neikvæðra áhrifa frá öðrum þá hefur viðkomandi tilhneigingu til að draga sig í hlé í upphafi vakningar en það mun síðan breytast þegar lengra er komið. Einnig er ýmislegt í samfélaginu sem hefur heftandi áhrif á andlega vakningu og opnun. Hinn ráðandi öfl á hverjum tíma eru egóísk og stjórnast af óttanum og því er kærleikurinn oft langt undan. Hér er það óttinn við að missa völd og stöðu sína í samfélaginu. Þetta kemur frá græðginni sem fylgir oft yngri sálum en græðgin er sá drifkraftur sem drífur yngri sálirnar áfram og eru þær oft á tíðum afar afkastamiklar og koma miklu í verk og miklu til leiðar. Yngri sálir sækjast oft í völd, frægð og frama og áhugin á andlegum málefnum er lítill sem engin. Meginströmsmiðlarnir og fréttaflutningur þeirra fjalla lítið sem ekkert andleg málefni og ala þeir oft á ótta sem skapar sundrung meðal fólksins, því hér er það egóið sem er ráðandi í þessu umhverfi.
Sá sem vaknað til meðvitundar sjálfan sig og umhverfi sitt tekur fljótt eftir því að það lítið sem ekkert fjallað andleg málefni í þjóðfélaginu og kerfum þess. Lítið sem ekkert í skólakerfinu, né heldur í fréttum né öðrum fjölmiðlum. Því geta komið upp efasemdir hjá þeim sem að vakna eða nýlega vaknaðir. Eins og fjallað hefur verið þá margt sem vinnur á móti hinni andlegri vegferð og fátt sem styður viðkomandi í ferlinu. Röddin í höfðinu hvetur viðkomandi í sífellu að hætta við, nánustu ættingjar og vinir bregðast oft við á neikvæðan hátt og síðan engin stuðningur í þjóðfélaginu almennt. Það þarf því mikinn viljastyrk og festu í upphafi vakningar og þegar opnunin að hefjast. Þrátt fyrir alla þessa neikvæðni og alla þá hvata sem hvetja viðkomandi að snúa við, þá það rödd sálarinnar, hinnar innri visku sem kallar og hvetur viðkomandi að halda förinni áfram. Og eitt víst að hinn andlegi vegur og vegferð hinn eini sanni vegur. Þessi innri átök sálar og egós sem átangalega í byrjun hafa mikil áhrif á hinn vaknaða. Þetta hefur mikil áhrif á skap og tilfinningar viðkomandi og eiga sér stað miklar tilfinningarlegar sveiflur. Viðkomandi mun upplifa mikla sorg, gleði, reiði, ótta og kvíða og mikið ójafnvægi innra með sér og þessar tilfinningar munu koma upp mun sterkar en áður og oft á tíðum stutt í grátur og hlátur. Gott að vera einn með sjálfum sér, fara í góða göngutúra og leyfa öllum þeim tilfinningum sem búa í brjóstinu að koma upp á yfirborðið. Á þessum staði í ferlinu reynir verulega á staðfestu hins vaknaða og styrkin að berjast gegn því mótlæti sem hinn andlega vakning fær úr öllum áttum en þó einna mest innanfrá, frá eigin egói en það stærsta hindrunin sem þarf að yfirstíga. Því mikilvægt að vera meðvitaður hugsanir sínar og ýta neikvæðum hugsunum frá þegar þær birtast og draga hugan yfir í jákvæðni og kærleika. Ef ekki gripið inn í hinnar neikvæðu hugsanir leið og þær koma, þá magnast þær og hinn vaknaði getur farið út af sporinu stund. Og þetta gerir lítið annað en að tefja förina og ferlið og skapar viðkomandi aðeins þjáningar og vanlíðan. Ef uppkemur efi hina andlegu för, hvort hún sé sú rétta og hvort ekki sé best að bíða stund, þá þetta hugsanir frá egóinu til að sá efasemdum. Sú hugsun að hætta við og eða gefast upp mun koma upp margoft og það mun reyna verulega á staðfestu hins vaknaða. Allt þetta í raun ein af mörgum birtingamyndum óttans sem runnin frá egóinu.